síðasta sessjóni bara ever, held ég alveg örugglega. Og við erum búin að kveðja Ultimate Team og Caps Lock liðið sem var stofnað í maí árið 2014 og förum í Seasons. Við vorum að tala um það að það var sem sagt beiðni frá aðdáendum að ég myndi spila með Arsenal. Það var alveg fullt af kommentum á rásinni áðan sem voru að biðja mig að spila með Arsenal. Ég bara verið að svara kallinu. Það bara það sem að content creation gengur út á. Og hvað ég annað en content smiður sko í þessu hlutverki. Hérna velja Arsenal. Við skulum bara rétt vona það að það séu komnir inn. Nei, er ekki komnir inn nýju kallar. Nei, Iwobi er hérna ennþá. Lichtsteiner, hann er náttúrulega búinn að hann er bara komin inn á eitthvað öldrunarheimili. Hann er hættur að spila fótbolta. Jenkinson, okkar maður er nei, þetta er bara svona gamalt. Ramsey er ennþá í liðinu. Hann er náttúrulega bara að fá sér spagetti í Turín í dag, Torino. En við ætlum allavega að taka hérna einn eldsnöggan leik. Þurfum nú að hafa Guten Gusi og hvaða larfur þetta, Ilievs. Þeir eru hins vegar búin að taka check úr leiknum af því að hann setti hanskan á hilluna. Það var að fyrsta sem að gera og replacea hann með einhverjum gráu manni. Grái er bara á bekknum, Mustafi er á bekknum. Þetta er eitt lélegt lið. Oh god, hvað þetta er lélegt lið. Og ég trú ekki að ég sé búin að fara live. Nei. Og það er, rásin er í þann mynd að fyllast. Ég bið ykkur bara spóla kannski 2-3 mínútur fram í tíman þegar að hér er komið við sögu og þið eru að joina núna. Þið þarf að stilla þessu upp. Þurfum að pressa, spila með smá vít. Já. Þetta er bara gaman. En við þurfum nefnilega að fá krúsel fyrir þetta leikkerfi er að þessir hérna tveir, Maitland Niles og Kolasinac joini attacki og að hann stay back. Ok, fleira var það ekki að þessu stöddu og við bara prófum að searcha. Það er bara searching. Við sjáum að það er ennþá ekki mikið action á rásinni. Það er bara þessi hefðbundi fjöldi, nokkur hundruð. Ég er ennþá að drekka bjór með 3. Hann er gríðarlega góður. Ég þyrfti nú að uppfæra neðstu línuna. En maður fær ekki allt sem maður biður í þessum heimi. Lífið er ekki dans á rósum. En hvað er dans á rósum? Er það ekki bara djöfulegt að dansa á rósum? Þyrnir og blóm út allt og eitthvað. Ég haldið að herru Mikki 1777. Hann er frá að keppaði mig. Og við bara hérna byrjum hérna aðeins að leika okkur. Þetta er bara eitthvað smá sprell. Bara aðeins að fíblast sko. Og sjáum það að Lacazette er öflugur að klára. Við sjáum að það er líka aðeins byrja að fjölga á rásinni. Here. Já, og ég er að keppa móti Paris Saint-Germain. Nei. En hvað það er erfitt. Herðu, þetta má ekki. Nú er ljótt að vera búinn að kveðja Ultimate Team af því að hér eru bara einhverjir algjörir larvar sem að það getur enginn gert neitt í aukaspilum. Við prófum bara að slamma. Nei, þetta var svona lélegt. Bon voyage, segi ég nú bara. Það hefur verið að skemma hérna fyrir content-smiðinni. Bakgrunnshljóð. Við viljum
lítið með þau hafa. Lacazette. Aubameyang. Lacazette. Þetta gæti verið sláinn og yfir. Oj, oj, oj. Ekki aftur. Jæja, þá þurfum við bara að gera því brók. Við erum ekki verið að tapa þessum leik. Oh god, af hverju ég fæ ekki miðjumann. Þarna kemur miðjumaðurinn. Nei, Maitland Niles getur ekki. Það er gott að Mustafi segi ekki nú að hann hefur sett allavega eitt sjálfsmarkana. Og við töpum þessu skallæðum við af því að hann var gríðarlega lítill. Þvílíkur djöfismeistari. Hrikalega dapurt að vera Arsenal í seasons. Oh my god. Guð minn góður, hvað eru liðlegir. Jæja, hann er að leika sér eldinum. Við sjáum það að aðdóðendur hafa mist af starting line-up, en það er náttúrulega bara þetta, den klassíska sko. Guð minn góður. Mbappé. Jájá. Nei, þetta er svona dapurt lið. En nú verður nú eiginlega bara hægt að væla eins og byrja að kæla eins og minn maður Magnús myndi segja við mig. Veit að hann er brjálaður yfir þessari content-smíð. Já, Arsenal eru nefnilega mjög öflugur í dag. Við sjáum að aðdátur eru öskvíklir yfir því að vera að þessi verið að gera lítið úr þeirra liði. Það er ekki alveg það sem að ég hafi ætlað mér sko. En við sjáum það, þeir eru ekki sérstakir. Nei, á köflum eru þið samt góðir. Já. Það þarf bara aðeins að vanda sig meira. Það er bara að setja í hérna í fjórðagir, eins og sagt er. Ok. Hlauftu nú. Nei. Já. Ó, hann er með Mbappé. Hann er svo hraður að hlaupa. Hann hleypur svo hratt. Jæja. Það er svona 50-50 knettinni sem eru svolítið erfiði viðregnar. Þetta gerðu þeir vel, þeir. Hanna, hlauft, hann, hverju? Okkar maður Lacazette hljópa hans aftur á bak. Þetta er ekki nógu gott innkast hjá mér, ekki liðinu. Það er eins og það er. Og kemur okkar maður út úr markinu. Þetta var gríðarlega vel gert hjá Leno. Þýska álið. Mesutinn. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Svona. Good work, really, to read the intention of the pass. There's good progress with this attack. This with a chance to go into the lead now. And the ball's in. It's a goal. Og hér fagna allir. MK Hitarayan. MK Hitarayan, armennin knái, laumar hann í fjærhóttni innanfótar. Það er hér páfagaukur inn á heimilinu. Já, sjáu þetta. Hanna, þetta er gríðarlega léleg sending. Ekki það sem ég hafa ætlað mér. Nú, þetta er lauma. Hann er lauma. Þetta kemur í baki á okkar manni og eftir þegar ég skora á hann 2 mörk í viðbót.
Þetta má ekki. Free kick now for Paris Saint-Germain. Og hann reynir núna að lauma aftur. Og nei, heyrðu, þetta er bara svona góð spilna. Gríðarlega vel varið. Gríðarlega vel varið, ef við á að segja alveg svo verð. Þessi lauma gekk ekki alveg upp hjá hann. Ekki eitt skipti. Þá bara tökum við eina Skyndirsson á hann. Wonderful work with the ball then. Arsenal playing on. Referee Kolasinac. well not to stop the game. Guð minn góður. En það er bara sem það er. Já. Litli trukkurinn. Veit alveg hvað hann er að gera. Nei. Ekki þessi eins og er erfitt að fá leikmanninn. En þetta gera þær vel. Þetta gera þær ekki vel. Þetta gera þær mjög vel. Nú sjáum við úr hverju þeir eru gerðir hérna á loka mínútum. Af því að það lítur út fyrir að þeir franska oljan sé að fara að liggja á þeim hérna síðustu mínútunar. Ó nei. Það er flottur flugskalli. 2 mínútur eru liðnar. Það er annað flugskalli. Þar með leikurinn búinn. Ég held að ég sé búinn að nú allavega nú fáum við sjá byrjunarliðin, eftirsótt content hérna sem að fólk er að biðja aðdáendur, einhverjir sem að mistu af starting line-upinu. Ég er aðeins að skrifa hérna til aðdáenda. Já, við sjáum það að hér er raunverið að yfirspila Arsenal og köflum og ég hef skitið smá í uppstillingu og setti Özil upp á topp. Svo er spurning hvort við viljum fá einhvern aðeins Nei, hann er ekki einu svona hraðari, hann er hægari. Þá bara höldum við áfram. En þetta er allavega starting line-upi. Fólk spóla bara aftur á 12. mínútu til þess að sjá það. Ég minni á það að þetta er síðasta FIFA contenti sem ég bý til bara í næstu mánuðinu. Þannig að það er eins gott að rásin sé að fyllast. Það er spurning hvort það sé hreinlega pláss fyrir fleiri. Ég veit það ekki. Á lauma maður hann. Özilinn. Jæja, hann hitt ekki. Ég held hann reyna að lauma aftur. Hann reynir alltaf að lauma. Ég sé við honum. Nei, ég sá ekki við hann. En þá bara sjáum við hérna hann nefnilega er helvit flinkur. Hann er náttúrulega að spila með þetta gríðarlega... Nei, Leno, hvað ert að gera? Leno í skóalöpi. Mikki. Jæja. Franski rokinn, ert að grínast. Leno er að eiga stjörnuleik í markinu. Sama er ekki hægt að segja hina meðlimi Arsenal. En við erum búin að fá vinsamlega tilmæli þess efnis að vinsamlega ekki hallmæla liðinu of þrátt fyrir að vera kannski ekki endilega voldugasta liði. Sjáum að Leno er með flotta, hann er 5. Já. Sama er ekki alveg hægt að segja alla hina. Ég verð nú eiginlega bara komið því í orð. Nei. Oh my god. En það vill svo til að þessi tiltekni leikmaður er ekkert endilega allt og gifted
FIFA-spiller. Við bara segjum það eins og það er. Özilinn. Já. Nú, jæja. Frakkinn stendur í hárinu á hinum frökkunum. Hann ítur á pásu, hann veit ekki mikið. 17:71. Er hann að fara að taka einhverju ofurskiptingu eða er hann að fara að hætta? Það gæti alveg verið. Vill ekki fá meira á þessu rausi. Hvað veit ég? Ég held að við ættum að þétta miðina, fá einn, hann er gríðarlega hægur. Nei, ég held að við þéttum bara ekki neitt. Við bara spilum á þessu liði 2018-19 Arsenal liðinu. Það vantar þeir gerðu 3 stórkaup. Það var bara smekk full innkaupakerra hjá Arsenal í vetur. Versluðin skoskan vinstri bakvörð, miður Chelsea og svo dýrasta leikmann sem hann keypt frá upphæð, Pepe. Og hann tekur einhver skiptingu, hann er væntanlega að breyta eitthvað sem leikkerfi, reyna aðeins að countera þessar sóknir. Það gengur kannski hjá honum, kannski ekki, við sjáum til. En eftir sem áður við illöfla að tala við eða vera að keppa á móti þessu feikjöfluga Paris Saint-Germain. Nei. Þannig að við bara höldum útróðið áfram. Úff. Já. Þeir eru öflugir, þeir eru áræðinir sko. Það er að besta við þetta lið kannski. Það er áræðinir. Trúin á verkefninu. Ó, nei, þá mist hann trúna. Nei. Við sjáum að Bernd Leno enn á ný. Nei, og þá skýtur Bernd Leno svona harkalegi brekkunur. Já. Já, þetta var þaulæft. Ó. Við bara víkkum aðeins spilið. Sjáum hvað setur. Þetta má ekki. Ó. Þetta var smá svona Arsenal spil. Ég held að hann vilji fá aðeins að heyra í sínu stuðningsmönnum. Og hvað gera hann? Nú, heyrðu. Hann heyrir svo vel. Hann er í grasið gróa. Blessaði kalli. Ó, það er þessi. Bernd Leno sér við honum. Já, ekki annað mark úr horni. Nei. Þeir vita alveg hvað að gera í vörninni hjá Arsenal. Nú, hann er nefnilega með lemonan. Hann er nefnilega með helviti öflugt lið, sko. Það má ég ekki gleymast í umræðinu. Það er alveg spurning hvort við ættum að taka hreinlega bara Arsenal á þetta og oh my god, hvað er ég að gera? Aðeins að gera hann óþrifufullan. Nei, það er ekki hægt að gera menn óþrifulla þegar að Jæja, vinna þetta vinnur. Hanna hlauftu, þetta er hraðasti leikmaðurinn í leiknum. En hann sýndi það ekki þarna.
for that to continue to the final whistle. Yeah, if they do end up winning this, they will have their fans to thank because they've been terrific out there today. Aðdáendurnir hafa verið gríðarlega, oh my god, gríðarlega öflugir. Getting the ball back and thinking attack straight away. But the crowd willing them to stay firm here and preserve this position, which Oh my god. Promotion and a promotion early in the season too. A fantastic effort. The win will guarantee that. Trúi ekki að ég sé að fara að gera. Mér finnst vera liggja mark í loftinu. Þeir eru orðnir helviti þreyttir. Can't lose it here. Tökum hérna bara eina lögletta skyndisón. Þeir eru gjörsamlega búnir á því og við erum að fara að sigla þessu heim. 3-2 sigur, please do Arsenal. Því var svarað og ég held að við ætlum að prófa hérna bara með einum léttum mesut, sjá hvað gerist hérna. Tökum að fastan. Já, hann þurfti að taka honum stórinu hana. Nú er bjórinn búinn. Leikurinn að renna sitt skeið á enda. Og síðasti þáttur. Já. Hann er svo sáttur. Ég held að hann fari í hjólhesta. Nei, takið hérna. Ætlar hann að taka smá. Hann tekur þennan. Fuglinn. Þætti 2 var einmitt mjög góður fróðleiksmóli Máva. Ég myndist á fróðleiksmólinu Máva í þætti númer 3 líka. En ég kóróna Máva umræðana með þrennu í 4. þætti og það komi vel yfir uppgefin leiktíma og Arsenal menn sigla hérna 4-2 sigri gegn Paris Saint-Germain í höfn. Ætli hann hefði kannski sofnaði. Nei, hann hefur bara hætt. Hann hætti. Já, Arsenal tóku þennan leik og þar með vann ég hef, þetta er fínt rekord hjá stráknum. 19 leikir, 1 jafntefli og 0 töp. Það er alveg stoltur af þessu. En þar með ljúkum við á 23. mínútu þessar útsendingar kveð allan aðdáendaskaran og þakka kærlega fyrir samfylgdina í vetur. Þetta er búið að vera mikið hægðir og mikið lægðir og ég vil bara, þakka kærlega fyrir sínt traust og alla póstana frá okkur og hlakka til að taka á mót okkur í FIFA 2021. Það verður ekki fyrir henni ég sný aftur í FIFA 2021. Þetta er loka þátturinn næstu 2 árin eða svo og bara svona rétt að minnast á það að þetta er síðasti þátturinn. Þá klæm ekki með ljós allavega en ég þakka kærlega fyrir mig. Verðið sæl.